Góðan daginn, herðu, það komið nýtt ár, bara takk aðeinslega fyrir árið, takk fyrir árið fyrir 2 dögum síðan. Það lítur allt út fyrir það að ég sé að fá aftur svona vírus eða eitthvað viðbjóð í augun og ég veit ekki hvort það sést eitthvað almennilega, en það allavega lítur út fyrir það. Ég ætla að reyna að ringja niður á heilsugæslu á eftir og athuga hvort að ég geta tjekka hvað í gangi og gefa mig eitthvað dropa og eitthvað svona drasl. Hefur ekki bara byrjað hérna dag? Já, herru, þá erum við komin í fjörðinn og að fara að kíkja niður í heilsugæslu og láta skoða á mér þessi blessuðu augu. Mikið, já, og ég hef eiginlega bara vona að þetta sé ekki þetta sama og ég fekk seinast og að augun á mér að verða viðbjóður. Þau eru, ég veit ekki hvort það sést almennilega, en þau eru lítið rauð. Og þetta leiðilegt og ég nenni ekki að standa í þessu. En við þurfum bara að njóta lífsins og bara brosa. Það eina sem ég ætti að gera. Gleðilegt árið. Herðu, þá bara að bíða. Jæja, herðu, þá ég búinn að vera hjá heimilislækninum og á morgun ég að fara aftur niður á Landspítala. Þar ég að fara að hitta augnlæknana mína. Og það eru mjög mikla líkur á því að þetta kunni vera sami vírus og þau staðfestu seinast. Og ég get ekki sagt að þetta sé ótrúlega gaman, en svona þetta bara. Ég kom með augndropa og svo kemur ljós á morgun hvort að þetta sé þessi vírus og hvort að ég þurfa að fá aðra dropa til að stoppa þetta. Ég veit ekki hvað ég á að segja, sko. Já. Herru, þá erum við komin heim. Það reyndar svolítið síðan, það voru gestir hérna hjá okkur, en einhverju hluta vegna náði Anita plata mig í rúmfatalagurinn að kaupa, hvað er þetta, hilla? Hvað var þetta sem við keyptum? Við keyptum þessi hillu. Keyptum sófaborð. Já. Og skegg og dyramóttu. Já, en mér finnst dyramóttan samt ógeðsleg. Mér er alveg saman. Viltu fá þetta? Sem sagt, skengurinn kemur hérna, þannig að við erum að fara að skipta þessu út. Sjónvarpsborðið. Stofuborðið. Það hérna, við erum að fara að skipta þessum hérna út. Veit ekki hvort að við ætlum að henda því eða reyna að gefa það eða ég veit ekki hvað við ætlum að gera. Þannig að ef ykkur langar í þetta hérna borð, þá getið þið henda okkur línu bara hérna læksunum minna. En þetta borð, þessi hilla fer víst þarna. Hendum þessu upp. Getur ekki bara doppelteipa þetta? Doppelteipum þetta. Matur á leiðinni. Kemur í ljós hvað það er að fara að koma matur. Já, þannig að ég er basically að fara bara að púsla saman þessu dóti sem við keyptum og þá var sem sagt 20% afsláttur af öllu í rúmfattalaganum og við fengum gjafabréf á rúmfattalaganum, þannig að við ákváðum að Anita ákvað að nýta daginn og hún er búin að bíða ótrúlega spennt eftir því að þessi útsala myndi koma og já, þannig að þeir eru basically bara að fylgjast með því að við séum að fara að púsla þessu saman. Þetta snappa mig það. Þá fyrir við að enda upp fyrstu einingunni saman, það hvað er að heilla.
Herru, þá er fyrsta verk mitt búið. Þá er þessi hilla komin. Rosalega flott maður. Komin að það. Hann nýtti allir að setja eitthvað svona drasl ofan á hana. Eitthvað örugglega þetta dótið ekki. Eitthvað þessu. Þá er það næsti kassi. Herru, þá er það næsti kassi og það kun vera þessi hérna kassi. Og það sem kun vera inn í þessum eilitla kassa er svona eilítið borð. Þannig að ég er að fara að púsla þessu borði saman sem gerir það að þetta borð fer. Ég ætla að leyfa þess að vera þessu borði einn dag. Þannig að ef þið langar í þetta hérna borð, þá getur þú sendt mér enga skilabóð ef þú hefur áhuga á því. Ef ekki þá bara hendi ég því. En þetta er filmað. Bara þannig að þið vitið að því að þetta er ekki svart. Skítut. Þetta er bara heimilislegt. Við erum með barn og svona. En já, þannig að ef þið hafið áhuga og þið eiga þetta borð þá megið þið bara taka mínu vegna. Ætlarðu að selja það kannski? Nei. En þetta er alveg í þingri kantinum. Þetta er massíft borð sko, en það er filmað og það er ástæða fyrir því. Sem við þurfum ekki að segja af hverju. En já, það er filmað og það lítur ekkert illa út, en bara við erum að útrýma öllu sem er svörtu. Þannig að, já, allt í lagi, Baltasar. Ég held að það séu ekki leiðbeiningar með þessu. Ég ætla að vera ekki búinn að sjá þar. Þannig að þetta er þessi kassinn. Borðið sjálft er sama og eldhúsborðið okkar. Það er þetta með innbeygðum svona brentuðum rispum. Þetta er alveg eins og þannig. En já, höldum áfram. Herðu, þá er komið matapása. Matapása fyrir pásu? Jó, eða smá pása. Maturinn er kominn. Það er ekkert búið að breytast eftir, sem sagt, það er ekkert búið að breytast. Eina sem er búið að breytast er að Dominos kom í heimsókn og ákvaða að gefa okkur smá snæðing. Við ætlum að borða og svo höldum við áfram með þetta dót hana. Herru, þá er ég loksins búinn með borðið og svona lítur þetta út áður en, eða veist, með gamla borðinu og svo ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta lítur út akkurat núna með nýja borðinu. Já, þetta lúkkar alveg ágætlega, sko. Þetta er alltaf lagi, klukkan er að detta í 11 og ég á 2 kassa eftir sem er ein eining sem er þetta hérna. Svo þegar ég er búinn að þessu þá vonandi fæ ég að fara upp í rúm og fara að sofa. Anita, fæ ég að fara að sofa þegar þetta er búið? Nei. Þú þarf að þrífa hérna allt saman. Þú þarf að þrífa eldhúsið. Já, þá heldur áfram að púsla þessu saman. Það er svona allt að gerast. Ég er búinn að stúta fyrsta kassanum. Það er basically að setja þetta á eitthvað svona tappa og eitthvað svona drasl. Þá er það þetta allt eftir. Og eina sem ég væri til í væri Baileys í smá klaka. En nei, Anita Rún, hún er bara búin að græja kallinn. Segðu eitthvað sniðugt, segðu eitthvað fyndið. Þetta er allt í lagi. Núna er klukkan að detta í 11 og ég komið svona langt. Svo tókum við eftir því að hún er brotin akkurat hérna beint yfir. Veit ég hvort það segast hérna. Það er reyndar ekki séns að ég ætla að rífa þetta aftur og sundur til að skila þessu. En já, þetta er að vera búið. Það er kannski að sofa klukkan 12. En já, eftir að þetta ganga frá eldhúsinu. Hjálp. Herðu, þá er ég loksins búinn að púsla þessu dóti öllu saman. Og svona lítur þetta út. Það er bara
Lúkar vel. Eina sem ég eftir að gera er að stilla hurðarnar. Þær eru ennþá svona vanstiltar. Þannig að það sem ég basically gerði í dag, púslaði þessu dóti saman, setti hilluna þarna upp og það er pítsu. Já, herðu, ég ætla bara að enda þetta í dag, bara taka aðeinslega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun. Takk fyrir mig. Góða nótt, takk, bye.